Góðan daginn, kæru vinnir, og ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Og við ætlum að byrja þetta með stuttri bæn í Jesú nafni. Himnesku Faðir minn, ég legg stundina fram fyrir þig og trúi að hún verði eins og þú vilt að hún sé. Gefðu mér þau orð sem að þú vilt að ég mæli hér og ég vil trúa því að þau muni byggja upp hann og hana sem heyrir og verða að því leyti til góðs í lífi þessara einstaklinga, og það er markmiðið í Jesú nafni. Amen. Já, hvaða kristinn maður veit ekki að bænin reiður braut, og hvaða kristinn maður tekur ekki bænina fyrir sig og biður lengi eða stutt. Drottinn segir að við skulum vera biðjandi í tíma og ótíma, og ég held að það sé nú nokkuð hjá okkur með þessum hætti, því að við erum nú býsna oft biðjandi fólk. Við erum að aka og þá erum við ofta að biðja með sjálfum okkur, já, svona eitthvað partdagstusins, einhverja bænir. Og við gerum þetta vegna þess að hjartað er fullt af heilugum anda, fullt af vitundin lifandi Guð og líka trú, og sum af þessari trú hefur fengið næringu og er því virk í lífi, ja, til dæmis mínu lífi og líka þínu. Þannig að hvað sem við segjum, hvernig sem við horfum á, er ljóst að það er víst ávöxtur af trúargöngu okkar. Við sjáum hann ekki alltaf, en það er engin mælikvarði á rétt og röngu hvað ég og þú erum að sjá. Drottinn sér árangur. Og það sem Drottinn sér er mælikvarðin sem ég og þú ættum að vilja leggja okkur fram að vita. Þannig við sjáum, við látum ekki hjá líða að eiga samfundi við lifandi Guð. Og nú er dagur bæna, nú er tíminn réttur til að biðja í þennan tíma og í ótíma, og við getum gert það því alltaf erum við einhvers staðar. Við skulum gera það. Bæn er auðvitað ekkert annað en lofsöngur upp til lifandi Guðs. Hljóðbæn, bænbeðin með munninum, eru bænir sem stíga upp til Drottins. Drottinn veit þanka minn og þinn. Og það er líka eitt sem er mjög styrkjandi. Það er einmitt að átta sig á, í raun og veru, hver Guð er og hvað og hvernig hann vinnur. Orðin þín eru náttúrulega mikilvæg, hugsanirnar þínar eru það líka, því að Drottinn heyrir þær engu að síður en orðin sem þú talar, en hugsanir heyrir enginn nema þú sjálfur og þá Guð, en orðin, þau berast til eyrnamann og kvenna. Við sjáum hvernig Drottinn setur hring utan ákveðna þætti sem til góðs mega vera. Hann segir, frá hjartanum mælir munnurinn. Sem sagt, það sem við erum að tala hér býr í hjartanu. Sumir taka sér ekki Guðsorð í munn, en þeir tala og tala mikið. Kannski ekkert meira en við þetta trúaða fólk, en þeir tala mikið því við erum auðvitað öll síblaðrandi. En það er ekki verið að tala Guðsorð, því að það er engin skilyrði fyrir Guðsorð að vera þar. Af hverju ekki? Gjöfin frá himnum og hæðum er ekki komin, og þegar gjöfin frá hæðum himnum kemur, fyllist leið heilugum anda.
hún þessi gjöf frá himnum. Sem sagt, heilagur andi þessi gjöf frá himnum. Heilagur andi soga til sín orð Guðs. Heilagur andi þráir að opinbera mér og þér vilja Guðs, en hann þarf fyrst að koma. Og hann mun stuðla að því að frá hjarta þínu komi einverðug orð, guðleg orð. Það þannig? Það oft þannig, en við vitum að við erum ekki alltaf þetta guðlega fólk sem við sjálf vildum vera. Ekki svo að skilja út munn hrjóti einhver orð sem eru óviðeigandi, en það gæti alveg gerst, en gerist sjaldnar vegna þess að við erum, þrátt fyrir allt ástand á okkur vel meðvituð stöðu okkar í Guði. Og hver kemur í veg fyrir það að út munn hrjóti óviðeigandi orð, hver annar en Drottinn. En sjáum við að hann allt í öllu. Án mín geti þér alls ekkert gjört, segir Drottinn. Án mín talar þú væni minn ekki guðleg orð. Gæti hann líka sagt. Þannig við sjáum að með hann allt í öllu líka bara hið besta mál að taka á málum þannig að við séum í honum, þá hann í okkur. Og hvað kemur út munn? Gott eitt, góð verk, orð sem byggja upp, sem brjóta ekki niður, orð sem að lyfta mönnum, upp úr depurð, en bæti ekki við depurðina. Þetta allt hægt, mundu það. Þetta allt vinnandi vegur með þeim orðum sem þú ert að tala. Og Drottinn spyr, vinur, vinkona, hvað býr í hjartaðinu? Hver þangin? Hver stemmingin? Hvernig lítur þetta allt út? Kannski skoðar það, kannski ekki, en Drottinn vill að þú kíkir smávegis á þetta. Því honum umhugað að þú vitir upp á punkt og prik hvar þú stendur í lifandi Guði. Honum ekki vel við að sitt fólk, trúað fólk, beiti sjálfa sig blekkingum. En ég held að nokkuð sé það. Við sjáum þetta í Biblíunni, Nýja testamentinu, þar sem menn í raun og veru voru bara að beita sig blekkingum. Við vitum í kaflanum hjá honum í fyrra 3. Jóhannesarbréfi, þar sem að Jóhannes að tala Demetrius, svo ekki, Dio, ég man ekki hvað hann heitir. En það var kall sem var nú aldeilis ekki með guðlegan þanga. Kannski ert þú þessi maður, eða þessi kona. Hann var aldeilis ekki með guðlegan þanga. Hann gekk og bar Jóhannes greyið þvílíkum sögum að skelfilegt var, laug upp á hann. Og það gerði hann til þess að svona verja sjálfan sig, segi ég. En samt var hann með söfnuð sem að taldi vera á Guðsvegum, og sjálfsagt hefur hann byrjað á Guðsvegum, og þessi einstaklingur þá leitt söfnuðinn, en farið með sjálfan sig af veginum. Og svo kemur Jóhannes og líklega að reyna að tala fyrir honum, en þá snýst það allt saman í andhverfu sína hjá þessum ágæta fyrrum safnaða prestísi í fyrrum, því að þegar menn eru konni með sig út í þessa sálma að hlaupa bara bæ og borg og útrópa mönnum sem ekkert hafa unnið sér til saka, þá sjáum við það að þessi einstaklingur bara ekkert á Guðs vegi. Þetta sá Jóhannes og hann varaði aðra við honum.
hann segir að hann sé svo slæmur að hann meini mönnum þess að taka á móti öðrum trúuðum mönnum og ef þeir gera það, þá reki hann þá úr söfnuðinum. Þannig við sjáum að þarna var bara komið fram einstaklingur sem stjórnaði orðið með harðri hendi. En það er ekkit víst að það hafi verið þannig frá upphafi. Og það getur alveg vel verið og líklega hefur það verið þannig að þessi einstaklingur sem ég get ekki borið fram nafnið á, hafi nú byrjað bara sem ósköp mjúkur og þægilegur guðsmaður. En hver veit hvert gangan leiði mann og annan. Við sem eru búin að vera lengi á þessum stað, höfum séð svo margt. Jú, margt líka gott. En margt sem að við allavega höfum einsett okkur í að fara ekki með sjálfa okkur þangað. Að við sáum að þetta voðaverk var framið og við sögðum við ætlum ekki að vinna svona voðaverk. Af hverju? Vegna þess að Drottinn gaf okkur að sjá skekkjuna og bendir svo á mig og þú bendir á sjálfi og segir, þú ert manneskja, hafi þessi getað þetta, getur þú það líka. Og hvað gerirðu? Þú segir, ég vil þetta ekki. Það geturðu gert. Ekki ímynda þér í eina stund, í eina mínútu, að það sem aðrir lenda í og bommerta þannig að þeir bara detta í svaðið, að þú getur ekki farið þangað líka. Og hvernig ferðu þangað? Þú gerir eins og þeir. Og hvað gerðu þeir? Það er augljóst að einhver staðar stigu þeir út af Guðs vegi. Þú getur það líka. Og ég get það líka. Þegar ég er manneskja með allt í mér sem þessi manneskja hafði, sem lét fæla sig út af veginum með einhverjum þanga, einhverjum hugsunum, einhverjum orðum frá mönnum eða konum sem á endanum fengar þangað. Og að því hann er hrokafullur, þetta náttúrulega kemur strax inn í þetta hrokin, þá sér hann ekki í raun og veru að tími sinn í forstöðumannsstól er liðinn. Það getur verið erfitt að sjá það. Og annað, Drottinn talar inn í þetta. En hver heyrir það sem Guð er að tala? Hver heyrir þegar kemur kannski kall það að nú sé kannski komin tími fyrir mig eða hvert sem er að stíga til hliðar? Ekki svo að skilja að þetta orð hafi komið til mín. Og ég reikna ekkert með því að það gerist nokkurn tíman. Vegna þess að maður hefur gætt sín sjálfur. Maður hefur séð einhvern hrynja lappirnar á sér og maður hefur sagt, ég vil ekki fara þessa leið. Ég vil ekki enda svona. Við verðum að læra af því sem við sjáum. Við höfum auðvitað að læra hið góða, en við höfum líka að sjá og taka eftir því sem miður fer og segja við okkur sjálf, þarna vil ég draga af lærdóm. Þangað vil ég ekki fara sjálfur og enda þarna. Og svo getum við bætt við að því ég þarf það ekki. Og þegar við tökum þennan pól í hæðinni, margir gera þetta en ekki allir því miður, þá erum við að firra okkur þvílíkum vandræðum. Ef við áttuðum okkur á því, hversu miklum vandræðum við erum að firra okkur. Myndum við fljúga bara með himinskautum að hreinni gleði. Bæði yfir því að hafa dregið þessa ályktun af einhverju sem ykkur gerði. Það er ekkert verið neitt að tala um það að sé verið eitthvað að hlakka yfir því, það er ekki málið. En við drógum þó ályktun af að við vildum ekki gera þetta sjálfur. Og hvað segir Drottinn um þetta? Viska, vinur minn, viska. Og hvernig má svona vera? Vegna þess að trúin mín, segðu þetta með mig, trúin mín, hefur fengið að byggja upp réttan grundvöll.
Og þegar grundvöllurinn er réttur, þá má bjóða manninum mjög margt. Þá má segja við hann ýmislegt. Hann mun draga réttar ályktanir af vegna þess sem í honum býr. Uppbygginginu sem hann dregur lærdóm af þeirri uppbyggingu sem orðin er af orði Guðs. Og þetta er dagur í dag sem við ætlum að bæta ögn við þessa þekkingu og þennan grunn. Ekki svo að skilja við séum neitt að búast við einhverjum harmkvælum. Það er ekki málið. En við þekkjum lífið. Trúin hefur kennt okkur á lífið talsvert mikið. Og við vitum að ekki er allt slett og fellt. Og við vitum fólk sem er ekki alveg með sitt á hreinu. Og við getum verið þetta fólk sem er ekki með allt okkar á hreinu, úr því einn getur það, þá getum við það líka. Þetta er mjög góður lærdómur að hafa með sjálfum sér. Að ef einn getur þetta, þá get ég það líka. Ef þú ert með einhver aðra skoðun, þá ert að segja það í raun og veru, hei, ég er nú miklu öflugri þessu, eða þessari. En þú ert það ekki. Mundu það. En þú getur aftur á móti dregið ályktun og valið og sagt, ég ætla ekki að fara þessa leið með sjálfa mig, sem er allt annað mál. Það er viska. Ég vil ekki fara með sjálfa mig út í einhverja ilsku. Það er viska. Drottinn segir okkur að frambera hið góða en ekki hið illa. Við sjáum að við höfum val að gera hvort sem er. Já, við elskum það góða. En Páll segir nú það að mér er tamar að gera það sem illt er. Þannig hann er í raun og veru að slást við sjálfan sig þetta góða. Einhvern veginn liggur þetta illa bara fram fyrir honum og sem bara, eitthvað sem er létt verk að gera. Og þarna komum við að öðrum þætti sem heitir mitt fallna eðli. Ég er trúi manneskja, ég er andasfyllt manneskja, ég er guðleg vera, með allt í mig til að skilja Guðs orð. Þetta sem sagt fjall niður í tærnar á okkur, þegar heilagur andi kom, getur alveg risið aftur. Og það er því miður alltaf ofta að rísa. Við sjáum þegar við erum í okkar þanga sem er ekkit sérstaklega guðlegur. Við vitum að þessi þangi er komin af voru fallna eðli. Þetta er í mér sjálfum. Þetta býr í þér líka, hvort þú ert karl eða kona. Og núna er dagur sem Drottinn vill fá að vera með í verki, hvort sem er mér eða þér. Hann vill kenna mér og hann vill ítreka og árétta hið góða í mínu fari. Akkur áréttar hann hið góða í mínu fari að því hann veit að hitt býr þarna líka. Eins og indjánin, þeir eru allt svo vitir þessi indjónar, sérstaklega þeir eru gamlir. Þeir eru svo vitir í hálfa örn og hann sagði það að þann sem þú fóðrar, hann mun stjórna þér. Þetta er svo sem viturlega mælt, en hvort að gamlir indjónar séu vitrar í öðrum önnum, efastjúnum, en allavega átti hann að hafa sagt þetta og ég er alveg sammála þessu við öll, að það sem þú fóðrar, það mun taka yfir. Nú erum við að tala andan, anda Guðs og holdið, það góða í anda Guðs, eða það illa í hold okkar. Og hvað ert að næra? Já, ég bara veit það ekki. Hvað er ég að næra? Ég er ofta að næra anda Guðs. En ég því miður þarf að drösla sem ég hitt alveg svo þú. Og þangi fyrir að stað sem að bara aldeilis er ekki neitt góður og fyrir utan það, þá leiðist manni hann afskaplega mikið og meira eftir því sem að maður eldist. Og það er allt í lagi með það. Það sýnir þó og sannfærir mig og þig að við erum þó að reyna að vinna bug á þessu
sem að færa okkur til þess að, kannski að draga upp rangar myndir og rangar ályktanir af öllu og engu. Það er í holdinu. Þannig að þetta er ekki spurningin hvað við viljum, heldur miklu meira spurningin hvað við gerum. Hið illa er með tamara. Það góða er það sem ég vill, en það illa er með tamara. Og hver þekkir ekki þennan? Þetta gengur með okkur frá degi til dags. Gott og illt. Þegar þú fékkst trúna, þá einhvern veginn aðskildist þetta í þér. Trúin er öðrum megin og hitt holdi hinum megin. Þess að Drottinn sýndi mér þetta svona fyrir margt löngu. Og ég er þarna á milli, horfandi á hið góða, horfandi yfir í hið illa sem er þá bara myrkrið. Og svo segir hann við mig, Konráð, veldu núna. Já, hvað vil ég? Ég segist velja hið góða, en er það alveg víst? Reyndar hygg ég að það sé nú svona oftast þannig, en ég held að sé bara ekkert alltaf sem að þetta góða verður fyrir valinu, en ég vel. Ég ber nefnilega ábyrgð á mínu trúarlífi og mínu trúargöngu, en þú ekki fyrir mig. Ég veit að þú vildir að ég sé það nú bara á þér, góð manneskja. En þú, minn kæri vinur og vinkona, getur það ekki. Kannski vildur nú að ég bæri fyrir þína trú. En þá er sama uppi. Ég get það ekki, þó ég vildi það. En ég held að ég myndi ekki vilja það. Og ég stakkur ég. Ég hef alveg nóg með mína trú að gera. Hún er alveg nógu erfið fyrir mig að bera eins og þig. Þannig að þetta er ekki leiðin. Við glímum til sigurs í Jesú nafni. Og þetta er það sem við erum að gera. Við erum að byggja upp þetta í okkur. Ekki einhvern efa og óvissu og allt saman það. Við erum að byggja þetta upp í okkur því við viljum, við þráum, við elskum að gera góðverk, ekki vondverk. En sumir eru bara þar. Heimurinn liggur í hennum vonda. Og það er því alveg eðlilegt að heimurinn framberi alveg fullt af vondum verkum. Og við þurfum ekki svo sem að fara langt til að sjá þau. Sjá við heiminn í dag. Það er ófriður upp á hvern dag, má segja eitthvað stær í heiminum. Það er alls konar í gangi í þessum heimi sem að mannvitið hefur komið í kring. Mannvitið bjó til að mynda mengunina. Og mengunin er kannski, hvað er mengun? Ég held að við erum að hreinsa ýmislegt upp og svo framvegis, en ég held að mengunin kannski færist og bara til. Hún er kannski minni í höfunum, en meiri á öðrum stöðum. Þannig að mengun, ef við mælum mengun í tonnum, þá hygg ég að þessi tonn séu jafn mörg eða svona svipuð þau alltaf verið. En þau að færst kannski til. Þegar við erum í vandræðum með að farga þessu. Ef við viljum eyða einhverju mengun, þá þurfum við að geta eytt henni einhvers staðar. En ég held að við færum hana mikið til. Tökum hana þaðan og setjum hana þarna, gröfum hana í jörð og við sjáum ekki þegar komið er djúpt úr jörðina. En hvað er það sem gerist ofan í jörðinni? Ég veit það ekki. Við höfum fengið fregnir af því að einhver olíu mengaður jarðvegur hafi verið grafin upp og fluttur annað. Og svo allt í einu er komin brák á vatnsborðið, drykkjavatnið okkar, olíubrák. Þá fór að síga úr þessum haug sem að færður var,
Já, því við erum að færa mengunina sem farið var í þessu hólu og grafið frá auðvitað ætlast til þess að þetta væri bara þar. En jarðvegurinn er gljúpur og hann smýgur alls konar. Og til að mynda olía. Og einhverja hluta vegna varð vatnsból fyrir barðin á þessu og allt í einu fór að sjást brák á því. Og menn auðvitað grunaði að þarna væri orsakavaldurinn. Þessi olíuborna möl eða jarðvegur sem að fluttur var og þeir töldu vera í hæfilega langri fjarlægð frá vatnsbólunni, þeir vissu af því þarna, en svo kom í ljós að var ekki. Mengunin færðist til. Við erum búin að hreinsa mikið höfin, það er engin spurning um það. Ég man eftir því sjálfur þegar ég var að sigla í kringum, eftir 1970 á farskipunum, góðu tími. Manni fannst maður stundum, þarna í Evrópu og í kringum Antwerpen og Þýskaland og þessa staði, maður verður bara að sigla í drullupolli. En þetta er allt saman farið í dag. Að vísu hef ég ekki siglt núna mjög lengi, en ég fór túr þarna yfir til Evrópu aldamótin, rétt fyrir aldamót, og þá sá maður þetta hvergi. Ég man alltaf ég tók eftir því og horfði eftir því ég man svo vel eftir hinu. Þannig að við höfum gert heil mikið. Við reynsuðum hafið og einhvern veginn gerðum við það, en hvert fórum við með það sem kom? Við grófum það kannski í jörðu og það er kannski þar að smita eitthvað niður í ár og vötn. Það gæti verið, reyndar hefur maður ekki heyrt það nema mann eftir þessum atvikum að það kom einhver brák í vatnsból einhvað, var það ekki í Reykjavík. Og menn rendu strax grunn í að þarna væri orsökin. Og það var þannig og mér minni að þeir hafi og líklega hafa þeir þó grafið gamla haugin upp aftur og fært hann enn til, hann er kannski að menga ykkur starf annar staðar og það sem engin er. Það er ekki mannaferður allt Ísland. Það að gera henda þessu bara þar sem engin fer þá vitum við ekkert af því. En samt er mengunin til staðar þó við vitum ekkert af henni. Þannig að ég segi, við höfum mikið verið að færa þessa mengun til. Við til að mynda tökum skip eins og allt annað sem við gerum, ganga úr sér. Og þetta eru miklir barkar, mikið af þessum skipum og við höfum það ráð núna að mikið af þessum skipum er rifin í þriðja heimslöndum, fátækari ríkjum. Og það er nú ekki glæsilegt að litast þar hjá því blessaða fólki. Það er nú ekki hreinlætinu fyrir að fara. Fólkið er vant þessu, það er kannski verið bara sóðaskapur þar sem þetta fólk var og það var ekkert að taka eftir því þó kemur þetta nokkur skip og olían svona lagi yfir öllum, brákin. Allt í lagi með það segir það en við erum ekki sammála því. Og þannig erum við sem sagt að vinna þessi verk vegna þess að við viljum ekki gera það í þessum allsnægta ríkjum vegna þess að það eru svo marga raddir sem gætu farið að tala, senda skilaboð og allt það. Og svo kom einhverja kellingar með mótmálaspjöld sem ástendur eitthvað, eða kallar, ástendur eitthvað hræðilegt. að þetta með ekki skammist ykkar vegna þess að við erum hugvitsamt fólk. Við erum fólk sem hefum byggt upp alveg helling, búið til alls konar hægind og þægindi, miðum orðið allt við hraða og fá allt sem fyrst. Við bíðum ekki stundinni lengur og þetta kostar allt sitt og til verður úrgangur sem við vitum ekkert hvað við eigum að gera við. Er það ekki sannleikurinn? Hvað mikið af draslun okkar endar ekki í einhverju þriðja heims ríki. Það er jörðu.
Nú er ég að tala bara eitthvað sem ég veit ekki, en það kæmi mér ekkert á óvart þá hluti af sorpinu okkar væri þar geymt eða grafið í jörðu. Sé þetta rétt ályktað, hvað erum við að gera? Við erum að færa mengunina til. Við fallega fólkið í Vesturheimi með allar okkar allsnægtir, okkur líka nú ekki við að vera með mikið að drasli kringum okkur og svo kemur fíla sorpinu, viljum hann ekki og við flytjum hann í burtu og sumt á þessu fer í skip kannski, jú það er nú eitthvað af það, svo hverfur það bara frá okkur. Við veitum ekki að því lengur og fæstir renna í grun eða draga upp þá ályktun að þarna sé bara hreinlega verið að færa mengunina til. Og að færa til einhvað sem að þyrfti að eyða er nefnilega ekki leiðin. Við eyðum því. En hvernig ætlum við að eyða því? Þar kemur stóra spurningin. Þar koksa menn hverjum annað þveran. Af hverju? Þeir hafa ekki hugmynd um það. Hvernig ná að gera þetta? Við erum ekki að tala um 1 plastpoka eða 2. Við erum að tala um þúsundir og milljónir tonna. Og 1.000.000 tonn af einhverju drasli, ég held að það verði svo hátt fjall að fuglinn fljúgandi er í vandræðum með að fljúga yfir það. Svo hátt er það. Þetta er nú heimurinn okkar. Þetta er nú það sem við höfum búið til. Þetta er það sem við erum að flykkjast út á götunum vegna. Við tölum um loftslagsvá og ég er ekki að gera lítið úr henni. Og við sjáum ýmislegt gerast í náttúrunni sem við teljum að sé vegna loftslagsváarinnar. Kannski rétt, kannski er það ekki rétt. En allavega hefur margt gerst og virðist vera aukning í að gerist, eins og núna til að mynda með öll þessi skriðuföll sem er að skríða fram úr fjöllum. Ég man ekki eftir því að svona mikið hafi gerst af því í landinu okkar. Auðvitað hafa alltaf fallið einhverja skriður. En við erum að sjá þetta gerast ítrekkað í byggð. Og það er ekkert grín. Af hverju? Sumt af þessum á rekja til þess að við höfum ekki vandað okkur við að velja bæjarstæði á sínum tíma. Við byggjum inn í þessum fjörðum. Kannski má finna betri svona bæjarstæði þar en við gerum. En að því að við elskum gott útsýni og förum við upp í fjöllin, í 8 fjallshlíðunum. Og þar fáum við nú aldeilis fínt útsýni maður. En við áttum okkur ekki á því alltaf að þarna eru þetta við sætta. Þannig að ég tel að það hefur verið gerð svolítið mistök í að staðsetja þessi hús í þessum flottu fjörðum og já, flottu fjörði. Þetta eru glæsilegir firðir, alveg fegurðin uppmáluð. Og við sjáum eftir því sem við förum nær fjallshlíð, og þetta er engar smá fjallshlíðir, sjáum þið til. Þetta er snarbratt, það er margt sem getur gerst í þeim. En við erum að færa húsin okkar nær fjallshlíðin, en ég reyndar held að menn sé nú mikið til hættir því. Og það er auðvitað bara viskumerki. En menn eru svo sem ekkert að taka hús á bakið og færa það til, þetta er mikið verk að gera það. Þannig að þessi hús fá að standa. En svo gerist eitthvað. Það getur alltaf eitthvað gerst og við komumst aldrei fram hjá því að fyrirbyggja allt. Og þá er bara svo mikið af þeim farið. Það vísi hafa ekki orðið manntjón ennþá, svo ég munna, það hafa ekki orðið manntjón
í þessum hrinum, og ég bið Guð að það verði ekkert manntjón, því við vildum ekki fá þau, en eignatjón þegar orðið talsvert af þessum skriðum sem hafa fallið og þessu gríðarlega vatni sem að orsakar þessar skriður, að það flæðir bara allt. Þetta af vatni sem að jörðin fer á stað í brattri hlíð. Það búið að vera mikið vatnsveður og svo bara allt í einu bara hálf og öll hlíðin komin fram. Þetta ekkert grín. Þetta má alveg segja að megi rekja til staðsetningar byggðanna og að menn hafi kannski ekki alveg verið nógu hygnir þegar þeir voru að velja þessi bæjarstæði. Það skil ekki hafa valið meira svona sléttlendið sem að held ég að fylgi nú flestum þessum fjörðum, einhvers staðar flott þannig séð. En auðvitað alltaf hægt að vera vitur eftir á og við erum að vera svolítið vitur eftir á hér. En það má læra af því sem hefur gerst. Sá sem lærir af því sem hefur gerst, segi ég að það vitur manneskja. Og að læra af því sem hefur gerst, tel ég líka vera skýr vilji lifandi Guðs með okkur fólkið. Ekki svo að skilja eitthvað af þessu sé okkur að kenna. Ekki nema því leyti til kannski að óvarlega var stundum farið þegar að koma staðsetningu húsanna á þessum stöðum sem búa við þessi skilyrði. Þannig að við getum alveg lært af þessu og við getum alveg dregið þó ályktun að framvegis hús, það nú ekki mikið byggt á þessari ágætu landsbyggð, að þau séu meira svona á meira sléttlendi en ekki endilega upp í þessu fjallhlíðum, þó maður kannski missi alveg svakalega flott útsýni. Ég bjó á stað sem að var svakalega flott útsýni, ég var reyndar löngu hættur að sjá það því að það var bara þarna. Svo kom þarna vinir mínir, eða vinafólk mitt, einu sinni í heimsókn og frúin hún byrjaði að horfa út um gluggann og sagði svakalega er þetta flott útsýni hjá þeim maður. Útsýni, já, það er rosalega flott maður. Ég var löngu hættur að sjá það. Og þannig er þetta með okkur með þetta blessa útsýni. Það er svakalega flott, en svo eftir tíma þá erum við nú bara hætt að sjá þetta. Þá er það ekki lengur þetta svakalega flott, heldur bara eitthvað sem blasir við út um gluggann þinn. En svo færðu heimsókn góðs fólks og það tekur eftir þessu og þú vaknar og segir, já, þetta er svakalega flott maður. En þú þurftir tíma til þess áttaði á því hversu svakalega flott það veri. Allt svona vill Drottinn viðhalda í okkur, veist það hverju? Gott útsýni, það gleður mannsins hjarta og glatt hjarta veitir mikinn sálarfrið, þess vegna að viðhalda því sem er gott. Já, við gleymum ekki og gerum ekki útsýnið okkar að vanasteini sem er þarna bara viðblasandi út um gluggann og ekkert meira en það. Að halda þessu öllu við. Við erum kannski uppteknari við að halda við því sem er illt, en það er ekki gott. Heldur eigum að halda því við sem er gott, guðlegt. Það er það sem manninum er ætlað. Og það er það sem að trúin ítrekka við okkur, vegna þess að hún elska það sem er Guðs og það sem gerir manni, bent á sjálfan þig, gott. Þú ert maður, þú ert manneskja. Leyfðu Drottni að gera fyrir þig það sem hann vill og við getum lofað þér því að það sem hann gerir verður þér til góðs. Alveg svo hjá mér. Þannig við sjáum að það er full þörf enn
fyrir orð Guðs. Það er engin spurning um það og sumir reyndar efast það og þeir reyndar efast allt. Það er þeirra mál. En við efastum ekki Guð sem eigum Guð og höfum dregist á honum, við höfum hænst á honum og viljum í raun og veru hvergi vera nema það sem hann er. Og segjum því eins og svo oft áður, við erum ekki að fara neitt. Við ætlum að byggjast upp í þessari trú, í þessu sem við vitum og þekkjum. Vegna þess að það er gott að vera það. Og maðurinn er skapaður að vera það sem gott er að vera. Í föllnum heimi þarf hann að búa sér þetta til og með trúnni getur hann búið til afdrep sem hann segir að það sé gott afdrep. En hann þarf að gæta sín. Hann þarf að viðhalda þessu. Ekki með slám og einhverjum girðingum sem eru mannheldar. Nei, hann gerir þetta með því að eiga þetta til í sínu hjarta. Og þá mælir munnurinn guðlega. Ekki óhróður. Þá er engin hætt á því að viðkomandi breyti sér í einhvern, hvað segir maður, mann sem að hrakyrðir aðra við aðra. Ég veit að þú ert ekki einn af þeim. En þetta gætu við verið ef við veldum. Þess vegna forðust við það að uppkomi þangi sem færi okkur út í þessa sálma. Því að vondum þanga þá byrjar þetta allt saman. Við erum ekki fólkið sem færum til mengunina, heldur fólkið sem eyðir henni. Og mengun er víða. Hvað er vond orð annað en bara viss mengun? Ertu ekki sammála mér það? Þannig að við getum dregið fram orðið mengun víða. Hvað eru orð sem soga allt líf úr umhverfi annað en mengun? Mengun er ekki af góðum meiði. Mengun, eins og við þekkjum hana, er af vondum meiði, er af vondum stofni. Og við viljum, það er nú uppi núna búið að vera í mörg ár, við viljum eyða menguninni. En ég segi, vitum ekki hvernig við eyðum henni og höfum farið á leið allt of oft að færa hana til. Grafa hana í jörðu. Og þá sjáum við hana ekki. Og það sem við sjáum ekki, það er engin mengun. En hún er þarna. Hún fór ekki neitt. Henni var ekki eitt. Hvað gerist í framtíðinni? Bara kemur í ljós. Kannski verður þetta í lagi. Ég vil trúa því að mest af þessu verði í lagi. En það er ekki víst að svo verði. Allt saman afrakstur og afleiðing alls nægtar samfélags sem við höfum búið okkur til, gengið fram í, hlúðað og inn á milli bölvað, af því það kemur mengun að því, vondlykt af ruslinu, en er mjög vandræða með förgunina. Við horfum vonaraugum til þriðja heimsins og sumt að þessu fer þangað. Við þurfum að læra, kæru vinir. Við þurfum að læra að vera nýtnar manneskjur og nýtin manneskja er í raun og veru ekki með neitt hjá sér sem hún er ekki að nota svona dagstaglega. Ónýtin manneskja sankar að sér margfalt meira en hún þarf og er að nota. Við köllum það drasl. Þetta er eitthvað sem Drottinn líka vill að við komum skikki á. Við sjáum að hann er allt í öllu. Engin bilbugur er á honum, en er bilbugur á mér.
Ég bið Guð að svo sé ekki. Ég vil hafa allan damp á hæsta stað þegar kemur að Guði, og þetta einmitt dagurinn sem að Drottinn gaf mér til þess að samfélagi okkar ekki bara viðhaldist, heldur styrkist. Þetta allt saman á minni könnu, í minni hendi. Og bænin því Drottinn gefði mér styrk til þess að rækta þetta samfélag í Jesú nafni. En við skulum segja þetta gott í dag, og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.